Atvinnupúlsinn í Skagafirði gerður í samstarfi við Fisk, Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitafélagi Skagafjörð. Komið sæl og velkomin í 5. þátt Atvinnupúlsins í Skagafirði þar sem við beinum kastljósinu að atvinnulífinu hér á svæðinu. Við byrjum þennan þátt á því að ræða við formann Búnaðarsambands Skagafjarðar. Landbúnaður stór atvinnugrein hérna í Skagafirði. Guðrún Lárusdóttir, bóndi í Keldudal í Hegranesi, formaður Búnaðarsambands Skagfirðinga. Vertu velkomin. Takk. Hversu margir bændur eru í Skagafirði eða hversu mörg eru býlin? Sko þetta mjög erfið spurning. Það eru svona, ég gæti alveg trú að það væri kannski 200-300 býli svona í einhverju rekstri sem að getur kallast svona. Og sum stór og önnur minni eins og já, allt frá því að vera mjög stór á landsmælikvarða og bara upp í svona lítil hobbybú. En skipting eftir greinum, hvernig standa málin þá? Það alltaf langt flestir í sauðfjárræktinni. Það yfir 200 býli með sauðfé og en það bara eins og annars staðar á landinu mikið af litlum búum, þannig það ekki nema þriðjungur af þessum kannski 200 yfir 200 kindum sko. Og svo það mjólkurframleiðslan sem mikil hérna? Já, hún gríðaröflug og að aukast mikið. Og það 50 bú núna sem að framleiða mjólk og svo til viðbótar eru náttúrulega nautakjötsframleiðendur, kannski ykkur 15-20. Hvað með aðrar greinar? Loðdýragreinar? Já, það nokkuð loðdýrabú hérna og það eru garðplöntubú, kartöflubóndi, svínabóndi, það bara einræktar rósir, það eru að byggjast upp núna mjög öflug ferðaþjónustubíli. Það talsverð aukning í því að menn eru að leigja út hús sem eru til á jörðunum og jafnvel byggja fleiri. Ef við tölum sérstaklega sauðfjárbúskapinn, þar eru blikur á lofti. Já, það mjög erfið staða í sauðfjárræktinni og ég held að bara fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir því þetta gríðarlega erfið staða núna og það rauninlega bændur að framleiða kjötið sko undir kostnaðarverði. Þannig að þetta getur ekki gengið svona nema 1-2 ár. Ég vil að hugsa að bregða búi. Sko, ég held nú að sé ekki mikið það í Skagafirði, það eitthvað svona landsvísu. En ég veit ekki neitt á þessu svæði. Þegar maður keyrir hérna Skagafjörðinn þá sér maður að það verið að byggja ansi mörg fjós ef við víkjum talinu þá að kúabændum. Já, það ótrúleg uppbygging núna í fjósunum. Það verið að byggja núna mörg fjós og stækka fjós, byggja við og laga, þannig það mjög mikil aukning í því. Það krafist tækni, breytinga og svo framvegis í mjólkurframleiðslunni. Menn eru þá að undirbúa sig undir framtíðina með þessari miklu uppbyggingu væntanlega. Já, þá kröfurnar að aukast mikið, en það reyndar bændur hafa frest núna í nokkur ár og eiga að hafa básifjós áfram, en þetta bara þannig að þetta sífelld þróun, búin alltaf að stækka og þegar það stækka þá þarf meiri tæknivæðingu til þess að vinna verði ekki óbærileg. Tölum aðeins hrossaræktina, hún umtalsverð hérna. Hún kannski dregið saman hrossaræktin sjálf, en það eru nokkrar talningarstöðar hérna og það eru margar, og það fjölgar sífellt hestaleigunum. Það eru margir aðalega núna fyrir hestaleigur fyrir ferðamenn og hestaferðir. Það vöxtur í því. Hvernig þjónustu háttað við bændur aðgengi að dýralæknum og alls konar stoðþjónustu? Sko, við erum mjög heppin með það. Við erum með góða dýralækna og þeir eru það margir að maður getur nánast alltaf fengið dýralækni samdægurs og jafnvel innan klukkutíma eða eitthvað áríðandi. Og það hlýtur að vera mikilvægt? Það mjög mikilvægt í sérstaklega kúabúskapnum. Hvað með jarðir, eru þær að detta inn á sölu öðru hvoru og hvernig gengur að losna við jarðir þeir sem að vilja selja? Ég held að það sé ekki vandræði. Það mjög lítið hér að jörðum í boði. Guðrún Lárusdóttir, þakka þér fyrir komuna í Atvinnupúlsinn. Takk. Völlur grær og
Þetta stórbýlið Gil sem skammt framan við Sauðárkrók og hérna stærsta fjós Skagafjarðar. Útihúsin stór og mikil. Þetta tæplega 1.000.000 lítra bú, 160 kýr. Þetta þá væntanlega með stærri búum í Skagafirði? Já, ennþá þetta stærsta búið. En þeir að koma hinn í rættinu. Já, það margir sem að stækka við sig í Skagafirði? Mjög mikið, mjög mikið. Þannig að það mörg fjós í byggingu. Hafið þið aukið við framleiðsluna mikið á undanförnum árum? Já, hún hefur tífaldast frá því að við byrjum 92. Já, það þýðir þá væntanlega að þið hafið trú á þessu? Já, annars værum við ekki í þessu. Þá þurftu þið væntanlega að kaupa kvóta þegar það var við lýði? Já, við vorum öll í því. Dældum út milljónum. Getum við sagt að þeir peningar hafi bara gufað upp? Já, maður veit það ekki. Nei, þetta hlýtur að vera eign í þessu, eitthvað. En það allavega lítil eign í kvótanum í dag? Já, í dag, en ég held að þetta verði að vera stýring á mjólkurframleiðslu, annars fer þetta allt í tóma vitleysu. Bara til þess að ég varpa ljósi á umfangið, hvað þurfið þið margar til dæmis plastheyrúllur? Í ár við með, þurfum svona 2.500–600 og við erum með 3.000 núna í ár. Þetta var gott heiskapa sumar, þannig að þið ekki vandrað með heiforða? Nei, alls ekki. Róbótarnir, mjaltaþjónarnir í fjósinu á Gili 3. Með vélvæðingunni breyttist mikið. Vinnan varð auðveldari í flestum tilvikum. Það hægt að vera einn í fjósi. Í staðan fyrir að vera alltaf 2 og kannski 3 tímar í mjöltum. Að reka svona mjólkubú, þetta bara þó nokkuð fyrirtæki í raun og veru, ekki? Þetta mikið áreiti og það margir að skipta sér af hvernig maður gerir þetta og maður þarf að skila mörgum skýrslum og að klára mörgum hlutum. Það virðist alltaf aukast meira og meira. Fer mikil tími í bókhaldið? Það fara nokkru klukkutímar. Hvaða skýrslur það sem að þið þurfið að standa skil á? Það bara kúaskýrslan, að skrá inn alla burði og mjólkulítra og svoleiðis bara. Hvað með virðisaukaskatt til dæmis? Já, ég geri það allt klárt fyrir bókara minn. Kemur í öllum möppur og það einhverju klukktímar í því. Já, svona búskapur krefst bókhalds á mörgum sviðum. Kynbætur geta skipt sköpum í rekstrinum. Það hefur voru mikil hraði á hvað beljur hafa mjólkað meira undanfarin ár. Það náttúrulega fóðrun og orðið miklu betri. Menn fann að tíma að gefa fóðurbætir, menn tímdu við ekki áður. Og svo náttúrulega orðið betri fjós og betri umgengni kringum skepnunar, þannig að það lagast mikið. Þið bjartsýn á framtíðina? Já, ef ekki að segja það. Við bara verðum að vera bjartsýn, það ekkert annað í boði. Allt bjart fyrir okkur tveim, því komin heim. Við kveðjum stærsta fjósi Skagafjarðar og heimsækjum næst syðri Hofdali sem í austanverðum Skagafirði, gömlu Viðvíkursveit. Búskapurinn blandaður. Við erum með 700 fjár og svo 300 lítra mjólkurframleiðslu og nautakjöt og svo verðum við að hafa slatta hrossum til þess að falla í fjöldan hérna. En 700 fjár búið, það væntanlega svona í stærri kantinum á landsvísu? Já, þetta svona allan vel yfir meðalagi. Ég held að meðalbúið sé nú ekki nema tæpa 300 kindur, milli 200–300, en það reynda mjög margir litlir. En við erum kannski svona, í stærri, svona stærri helmingu, allavega. Hentugt að reka sauðfjárbú í Skagafirði, svona þegar við tökum staðsetninguna? Já, við búum, allavega hér búum við nokkuð vel hvað varðar afrétti og ég held að það sé bara, það ágætlega gróið hér á okkar svæði og við kemur samfélag vænt á fjalli og þetta snýst nú það. Atli Már segir að reksturinn sé í raun og veru rétt eins og hvert annað fyrirtæki. Þetta bara business, eins og hver annað business. Við erum náttúrulega bara í þessu til þess að reyna að hafa í okkur og á og við reynum að ná hámarksafurðum eftir hverja kind og hún skil okkur sem mestum peningum í vasann. Kynbótastarfið? Gríðarlega mikilvægt.
búin að nást mikla framfæri á undanförnum árum. Við erum að ná þó nokkuð auknum árangri í frjósemi og svo náttúrulega holdfyllingu og minni fitu og stærra hlutfall af vöðvum með við fitu og bein sem skilur okkur meiri peningum. Af því að við erum að tala þetta sé í raun og veru ég bara beinharður fyrirtækja rekstur bókhald í svona rekstri tekur töluverðan tíma vantarlega. Já, ótrúlega mikinn. Við erum náttúrulega með fjárbókhald í fjárvís og þar sem við færum allar upplýsingar. Við þurfum við erum líka gæðastir í sauðfjárframleiðslu sem við þurfum að halda utan um. Við skráum niður öll lyf sem við notum. Við þurfum að skrá inn í jörð sem svona landræktarforrit. Þar erum við með alla áburðarnotkun og alla uppskeru og sjáum hvert tún að skila okkur og gerum áætlanir um áburðarnotkun og svoleiðis og svo náttúrulega bara sjálft bókhaldskerfið sem við höldum utan til þess að sjá svona kostnaðar og tekjuliði og já, þetta bara business. Atli Már segir að kynbótastarfið skipti miklu máli. Vegna þess að blikur á lofti í sauðfjárbúskap hafa bændurnir á Syðri og Höfdölum ákveðið að draga lítillega saman í sauðfjárbúskapnum. En hvað einkennir góðan sauðfjárbónda? Það náttúrulega að ná að fóðra féð almennilega og reka búið þannig að hver skind skili manni sem flestum kílóum og flestum lömbum og þar af leiðandi flestum krónum í vasann. Þetta bara einfalt. Þetta ekkert flókið. Sveitarfélagið Skagafjörður 7. stærsta sveitarfélag landsins að flatarmáli eða 4180 ferkílómetrar. Og ef miðað við íbúafjöldan þá sveitarfélagið í 13. sæti með 4000 íbúa. Og höldum áfram með tölulega staðreyndir en samkvæmt upplýsingum Matvælastofnunar eru 5600 nautgripir í Skagafirði, sauðfé 35.000 og hrossin teljast 6.800 en loðdýrin 15.000. 61 bú með nautgripi og sauðfjárbúin í Skagafirði 184, hross á 239 búum. Svínabúin í Skagafirði hins vegar aðeins 2 en loðdýrabúin 10. Og áfram höldum við með atvinnupúlsinn í Skagafirði. Í Skagafirðin starfandi nokkrir dýralæknar. Stefán Friðriksson einn þeirra. Ég held í augnablikinu þá séu 9 dýralæknar starfandi hérna. Það er að segja, við erum 4 sem erum að starfa sem þjónustu dýralæknar og síðan bætast við dýralæknar sem starfa á vegum Matvælastofnunar í eftirliti. Héraðsdýralæknir og eftirlitsdýralæknir og tímabundnir starfsmenn í sláturtíð og síðan dýralæknir hrossasjúkdóma sem staðsett í Hjaltadalum og Hólum. Með hvers konar starfsemi ert þú? Hvaða greinum ert þú aðalega að sinna? Já, við erum bara með blandaða dýralæknaþjónustu og sinnum landbúnaðargreinunum, kúabændum, sauðfjárbændum, hrossabændum og síðan gæludýraeigendum og bara það sem kemur. Við reynum að sinna því eftir besta megni. Þegar að rætt íslenskan landbúnað þá ég mjög snemma farið að tala hreinleika afurðanna og svo framvegis. Þið dýralæknar, þið eigið þar hlut að máli. Við komum að framleiðslunni frá mörgum áttum. Við aðstoðum bændurnar við framleiðsluna þeirra. Við sinnum sjúkum dýrum og meidum, reynum að koma í veg fyrir sjúkdóma, hjálpuðum jafnvel með ráðgjöf og síðan eru náttúrulega sumir dýralæknar sem hafa eftirlit þá með velferð dýranna og sjáum að koma afurðunum, hreinum og ómenguðum meðal fólks og koma í veg fyrir
að það berist sjúkdómar frá dýrum yfir til fólks, sem sagt úr afurðunum. Og eins líka reynum við að stuðla að gagnrýninni notkun á sýklalyfjum eða lyfjum yfir höfuð, þannig að við náum þar með að sporna við sem sagt, það sem aktúelt vandamál, að við erum alltaf að sjá meira og meiri ónæmi gegn sýklalyfjum og með því að leiðbeina fólki og stýra þessari notkun samviskusamlega, þá náum við að hafa áhrif á það. Þessi sýklalyfjanotkun og lyfjanotkun öll, bændur, hvernig skynjarðu afstöðu bænda? Eru þeir alltaf að verða betur og betur meðvitaðir þessa þætti? Já, ég held að almennt séð fólk mun meira meðvitað hættuna sem stafar að því að nota þetta sem sagt gagnrýnislaust og bændur eru sérstaklega, mér finnst viðhorf þeirra að hafa mikið breyst gagnvart þessum hlutum og ég held að eftir því sem við erum betur sett með dýralæknaþjónustu, þar að segja eftir því sem aðgengi að dýralæknaþjónustu betra, að þá held ég að þessi hluti séu í betra lagi. Ég held að það sé beint samhengi þar á milli. Já, þú þekkir bændur. Það verið að byggja mikið hérna og þetta eru miklar framkvæmdir. Hvað sýnist þér? Þetta jafnvel keðjuverkandi þegar að ein kýrin mígur þá þarf næsta líka að gera það? Já, ég held að þetta sé töluvert smitandi, sko. Mér sýnist það svona að maður horfir út í sveit núna. Það er mikið í gangi og það er allnokkrar fjósbyggingar í gangi og stórt byggt og það virðist bara að vera bjartsýni allavega í mjólkurframleiðslunni. Stefán Dýralðir, þakka þér fyrir komuna. Takk. Næst heimsækjum við sprotafyrirtækið Pure Natura á Sauðárkróki sem framleiðir vítamín og fæðubótaefni úr íslenskum innmat, kirtlum og villtum jurtum. Það sem við erum að gera náttúrulega algjörlega nýtt, en við erum að blanda svolítið saman hómeópatíu, næringafræði og grasalækningum og búa til algjörlega nýjar blöndur byggðar á þessu þrennu og þetta bara eitthvað sem hefur ekkert verið gert áður í heiminum, held ég. Þannig að þetta svolítið einstakt. Við erum að nota íslenskan lambainnmat og í bland við íslenskar jurtir. Og þetta fór svolítið út í það að við erum að framleiða fæðu unnin bætiefni, þannig að það engin einangruð efni eða tilbúin efni í okkar vörum, heldur þetta allt náttúrulegt. Og þá fórum við náttúrulega bara að skoða hvað það næringaríkasta sem þú getur fengið. Og það nú bara svo skondið að lambainnmatur, hann náttúrulega gríðarlega næringaríkur en líka ofsalega hreinn. Þannig að við enduðum á því að velja, þannig við erum að nota lambalifur og lambahjörtu og langar svolítið að færa út kvíarnar og nota meira af þessu spennandi hráefni sem að finna í innmat. Og hvað gerir innmat svona næringaríkan? Þetta náttúrulega bara súper fæða. Þetta járnríkt, gríðarlega járnríkt af svona hemajárni sem upptakan líkaminn kann að nýta og upptakan mjög góð. Og þetta gríðarlega B-vitaminríkt. Það í þessu öll B-vitamin, það í þessu A, D og E, það í þessu fullt af steinefnum. Og það meira þess að í lambalifur C-vitamínu svolítið miklu magni sem kemur nú flestum óvart, Þannig að þetta svona næringasprengja. Íslenskar jurtir eru notaðir í framleiðslu Pure Natura. Hildur segir að markaðurinn hafi tekið framleiðsluna afar vel. Við byrjuðum í mars síðastliðnum og þá hérna á Íslandi og þessar vörur fást núna í öllum heilsubúðum hér á landi og í fríhöfninni. En við horfðum nú strax stórt og horfðum út og erum aðalega á Bandaríkjamarkað og það er ótrúlega gaman að segja frá því að við erum búin að senda út og komum með öll tilskilin leyfi þar og dreifingaraðila, þannig að þessar vörur verða bara fáanlegir víða í Bandaríkjunum og í netverslunum þarlendis, bara innan mjög skamms tíma. Við fórum á sýningu, mjög stóra sýningu núna í september síðastliðnum sem heitir Natural Products Expo og þar náttúrulega sá maður bara svart á hvítu hvað þetta einstök vera. Það engin annar að gera svona í
bara heiminum og þessi íslenski hreinleiki þegar maður sagði fólki frá því af hverju þetta væri einstök vara að þá þetta sko þessi stutti líftími þessi skepna alin á fjalli hún næri ekki að safna upp þessum eiturefnum sem að finna má svo víða í öðrum skepnum sem eru þá jafnvel eldri þegar þeim er slátrað sko þannig að þetta bara alveg einstakt þarna erum við með lambakjöt og þetta bara elst upp á jurtum og berjum og lyngi og öllu því sem það finnur upp á fjalli sko. Hildur segir að Bandaríkjamarkaður sé gríðarlega stór. Við erum nú þegar farin að selja til svona heilsuráðgjafa líka sem eru þá að dreifa vörunum okkar og í samstarfi nokkra lækna líka í Bandaríkjunum þannig að sko við þurfum að skala svolítið vel upp framleiðslunum bara til þess að geta annað sko eftirspurn þar. En það hefur alveg komið áhugi og það hafa verið pantaðar vörur, við erum náttúrulega með okkar netverslun og það hefur verið að panta vörur frá Norðurlöndunum og það hefur sett sig í samband við okkur líka læknir í Svíþjóð og svona þannig ég held að möguleiknir séu svo sem allan heim sko. Asía er svolítið spennt fyrir svona vörum þannig að það er allt opið. Hildur segir mikið til af hráefni, aukist eftirspurnin eftir framleiðslu Pure Natura. Hún segir að viðræður standi nú yfir við fjárfesta að koma að fyrirtækinu. En hvernig metur hún framtíðarhorfurnar? Við hugsum stórt og erum með margar hugmyndir að nýsköpun og höldum bara ótrúðar áfram með það. Sköpum fleiri störfi í Skagafirði. Formaður samtaka atvinnulífsins fylgist stöðu sinna vegna vel með atvinnulífinu í Skagafirði og hann segir að atvinnulífið í Skagafirði sé kraftmikið. Það er bara gaman að sjá hvað hér hefur verið gert og hvað kaupfélagið Skagfirðinga hefur byggt upp öfluga starfsemi innan sinna vébanda. Útflutningsgreinar í Skagafirði, þær eru sterkar margar hverjar. Frammi fyrir hverju standa útflutningsgreinarnar almennt í landinu? Já, það ganga nú á skín og skúrir í þessu allt land hjá útflutningsgreinum eins og gengur og gerist. En ég held nú að þó að stundarsakir höfum farið í gegnum einhver erfiðleika. Við erum að tala mjög sterkan gjaldmiðil til að mynda sem eitthvað er að trufla útflutningsgreinarnar. En heilt yfir það sterkar og við erum með öflug fyrirtæki hér eins og annars staðar á landinu. Sjávarútvegurinn gríðarlega öflugur og iðnaður mjög öflugur líka. Þannig að ég er alltaf svo bjartsýnn maður að ég horfi þannig á að lífið kemur í ákveðnum sveiflum en aðalatriðið að langtíma markmiðum sé náð að vera með öfluga starfsemi og góða afkomu. Holl ráð frá formanni samtaka atvinnulífsins til atvinnulífsins í Skagafirði? Það er best að byggja á því sem maður kann frá upphafi og er góður í. Það er byggja á því sem er í kringum mann, það er eins og hér sjávarútvegurinn, það er landbúnaðurinn og á því eigum við að byggja og þá fylgir annað með. Í næsta atvinnupúlsi höldum við áfram að rýna í atvinnulífi í Skagafirði, meðal annars verður hugað að samstarfi sveitafélagana á Norðurlandi vestra og störfum án staðsetningar gerð skil. Og sömuleiðis heimsækjum við forvitnileg fyrirtæki í Skagafirði.